Jósera fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama-dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jæja, þá erum við komin aftur eftir auglýsingar og við byrjum á Magnúsi Sigurðssyni í tímabrautinni. Og það voru gríðarlega læti í honum og keyrir alltaf hratt að Maggi. Við ákveðum að sýna ykkur hann svona hvað lengst. Og þarna stýrst eftir langa sveigkaflan þarna, það að snúa við, fara inn og ofan og snúa við þarna og út að neðan. Svolítið svona undarlega orða kannski, en þetta virðist að dvefjast í mönnum að ná þessu hratt. En hann fekk 295 stig fyrir þessa braut og fór á 50,37 sekúndum. Það var næstur við Geir Grímsson á sleggjunni. Þá voru læti í honum líka. Hann virðist alltaf vera að sækja í sig veðrið. Það alltaf meira og meiri læti í honum. En alltaf gaman að fylgjast með honum. Hann fór á 50,78 og fekk 295 stig. Áður Þór Þormar á Þór. Það ekki allir sem geta skýrt bílinn í höfuð á sér. En hann var að keyra flott. Sjá hvernig hann tekur hérna hlykkinn. Já, hann ákveður að bakka hérna svona, já. Það virðist ganga ágætlega. Tekur samt stikkun hérna og spýttinni bara út í Hafnarfjörð. Og hann fekk 340 stig fyrir og frá 48,27 sekúndum með halaskvettu. Það verður næst Ingólfur Guðvarðsson. Það alltaf þvílík læti í honum. Skemmtilegur ökumaður. Glæsilega gert. Þá sjáum við hvernig hann tekur hlykkinn. Já. Já, einmitt. Þetta svona, summi gera þetta svona. Það alveg ótrúlega þetta brotni ekki meira hjá honum. Þvílík læti. En hann fór á 51,32 sekúndum og fekk 320 stig fyrir. Glæsilega gert. Það var næstur Atli Amil. Hann var alveg brjálaður, hann ætlaði að vinna. Keyrir mjög hratt. Já, flott. Já, prjónar hann maður. Þvílík læti. Flottur akstur á honum. Og næstu fara hann á granirnar hann. En býtum við. Já, hann ákveður að taka þetta svona. Og mér sýnist hann bara að ekkert verið lengur að því. Heldur hann að stoppa bakka. Og Atli fór á tímanum 50,37 og fekk 329 stig. Glæsilega gert. Það var næstur Svanur Tómasson á Insane. Hann var að flýta sig mikið og skemmdi bílinn hann ekstra í brautinni. Braut í honum drif, skilst mér, og það svona hafði svolítið áhrif á árangurinn hans í þessari braut. Hann fór á tímanum 1:04:49 eða 1 mínúta og eitthvað og fekk ferlega lítið stigu fyrir þessa braut. En við vindum okkur þá í 5. og næstíðustu braut, en það áin og Magnús Sigurðsson ætlar að drífa sig fyrstan hér yfir. Glæsilega gert. Alltaf léttur og lipur þessi bíl, skemmtilegt að horfa á hann. Og við klipptum hann út millikaflan og skellum okkur í seinni bununa í þessari braut. Hann reyndar flaug þarna yfir á 40,45 sekúndum og fekk 293 stig fyrir. Glæsilega gert hjá honum. Og þá það Ásmundur Ingjaldsson. Eins og ég sagði áðan, í sinni fyrstu keppni að standa sig glæsilega. Hann ákveður að fara þarna, rétt koma við sandeyjuna og náða fljótt yfir. 46,31, 272 stig. Það var það sleggjan Geir Grímsson. Hann var komið með framrúðu. Hann fundi sérstakur þessi bíl með framrúðu, en virtist alveg mjög virka því að hann fór í fyrsta skiptið á æfinni þarna yfir anna á þess að stoppa. 44,46 sekundur og 290 stig. Það var Þór Þormar Pálsson. Lendur svolítið harkalega í kantinum en virtist sleppa. Og hann var að flýta sér. Í þessari ferð sló hann heimsmet sem var sett þarna nokkur árum áður af öðrum keppanda.
Hann fór í 102 km hraða yfir vatnið. 38,5 sekundur, 340 stig, þvílíkur akstur. Þá var það Ingólfur Guðvarðarson. Þá var Atli frekar að flýta sér þarna. Atli og Þór voru þarna að keppa fyrstu settin. Og Ingólfur var að standa sig prýðilega líka. Fór á 44,24 og fekk 293 stig. Glæsilega gert þær. Þá var Atli með fyrsta setti í hendi sér þegar að þetta gerist. Hann lendir hérna í kantinum og hann springur slanga hérna á stýrinu hjá honum og hann komst því miður ekki lengra. Fekk aðeins 50 stig fyrir þessa braut og hleypti Þór Þormar upp fyrir sig. Þá var það Guðmundur Elíasson. Ótrúlega lunginn að keyra, það er ekki annað hægt að segja. 50,28 sekundur. Hitt ekki illa að endamarki og fekk 222 stig fyrir. Þá var það Gísli G. Jónsson. Hann reynda fleitti þarna yfir bara eins og að vera að keyra á vagn. 41,56, 319 stig. Glæsilega gert. Sennilega gert þetta áður. Þá var það Gestur Ingólfsson. Þarna er power, þvílíkur kraftur í þessum bíl. En hann ákvað að taka þversum danssporið þarna út í ána. Sjá þetta, þvílíklæti. Hann var einn að fá hann sem fleitti einungis yfir vatnið. Fór ekkert upp á neina eyju, fekk 291 stig fyrir og fór á 43 sekundum. Glæsilega gert. En þá var það einn af nýliðum dagsins. Þetta er hann Páll Jónsson eða Palli Krull. Hann fór á 47,11 sekundum og fekk 272 stig. Glæsilega gert. Fyrir það sem ekki vita var þetta gamli zombie bíllinn. En þarna er Haukur Viðar Einarsson á Heklu. Honum gekk brössulega þennan dag. Hann keyrði vel í tímabrautinni, 42,05 sekundur. Glæsilega gert. Þá var það heimilislæknirinn Fjölnir Guðmarsson, Dr. Backflip frá Akureyri. Hann ákvað að drekka vatn. Vatn er gott fyrir líkamann, segir hann. En Big Block Chevy er ekki klári mikið af köldu vatni. 75 stig. Þá skellum okkur í síðustu brautina sem er Mýrin. Og þar er fyrstur hjá okkur Geir Evert Grímsson. En við ákveðum að sína einungis frá fyrstu settorum í Mýrinni. Og eins og þið sjáu þá er hann nú eitthvað að sjá þarna út eitthvað hjá sér því að það náttúrulega fyllist alltaf drull og menn sjá ekkert hvert er að fara. En hann virðist nú samt vera inn í braut einhverju hluta vegna. Já, hann það. Glæsilega gert, hann er nú farin að sjá eitthvað greinilega. Og býðum við. Oj, já. Og þarna er endamarkið. Sér ekki neitt. Glæsilega gert hjá honum 340 stig. Þá var það Þór Þormar. Fyrstur fyrir þessa braut, þannig að hann þurfti bara að klára þetta. Já. Það er að læti þetta í gangi. En Mýrin er nú farin að verða svona frekar auðveld ef eitthvað er. Hún er hérna árum áður var hún erfið því að bílar voru kraftminni og á vélari dekkjum og virku kannski illa verið í fjöruninn og svo framvegis, en þessi bílar í dag að þeir hangi í lagi þá virðast þeir allir fleygja sér þarna yfir og Þór fór þarna yfir refsilaust og fekk 350 stig. Glæsilega gert. Og Ingólfur Guðvarðarson sýndi glæsiakstur, fekk 340 stig fyrir fyrirgefði. Og lokastaðan í keppninni var svolfjóðandi að Þór Þormar endaði þessi sigurvegari með 890 stig. Í öðru seti var Ingólfur Guðvarðarson með 1772 stig og í þriðja seti Geir Evert Grímsson með 1755 stig. Glæsilega gert. Ekki bara að vinna þetta? Þeir segja það, ég veit það ekki. Þeir hafa ekki með það? Já, þakka þér fyrir. Er þetta ekki best að vinna á Íslandi? Jú, þeyr kom mér á bragðið í Ameríku, það er þeim að kenna. Já, það verður ekkert aftur snúið. Ertu ekki glaður? Ég er mjög glaður. Ha?
Hvernig var að fara yfir ána á 102? Ég veit ekki hvort það býður sekt upp á svæði frá löggunni, ég veit það ekki. Maður gæti verið 20 skall í fátakari. Efaðistu aldrei þig þarna á vatninu? Hvernig var að keyra svona hratt á vatni? Það var bara geggjað. Nei, ég efaðist aldrei. Ég var bara vonað að þetta væri miklu lengra. Já, og ætlaði ekki að slá af finn ég væri koni í endaliði, en sér sá maður nú eitthvað fólk þarna eitthvað fyrir en það var samt alveg í hæfilegri fjalla, maður var nú alveg með kontról á þessu. Já. Er þetta eitthvað sem ætlar að fara að gera eitthvað meira af? Ætlar að fara að finna eitthvað lengra vatn til að pröfa því að þú virtist nú bara bæta í ferðina heldur en hitt? Já, mér langaði 50 hestöfl í viðbót í gasi. Já. Og ég var ekkert með bílinn strappaðan niður eða neitt þannig og ekki búinn að prófa annan gírinn og svona. Það væri gaman að prófa það. En þetta var bara geggjað, með til að spuppa farið. Erum að fara að sjá í fréttunum í næstu viku. Torfærubíll fleytti yfir í Hrísey. Ég er ekki viss, það verður þá einhver að koma með fullt af peningum og borga. Já, ekki? Jú, ég tek ekki skaðan af því. Það er alveg þannig. Þú lentir í 3. sæti í dag, til hamingju með það. Takk fyrir það. Ertu ekki í skíunum með það? Jú, þetta var mjög flott. Já. Hvað var þess valdandi að þú náðir þér þarna upp í þessi seti? Ég veit ekki, ég keyrði bara þokkalega vel í allan dag og ekkert bilaði. Snýst aðalega það. Svona að halda seglunni bara. Já. Hvað er fyrirhugað hjá þér á næstunni? Ætlarðu að gera með í næstu keppnum? Jú, öllum. Já. Breytt einhverju? Nei, bara hafa þetta eins og þetta er. Bara læra að keyra þetta. Læra að keyra þetta? Hvað er það sem veldur þessu sæti? Ertu bara orðin svona góður að keyra? Ég veit það ekki. Veist það ekki? Þetta var bara góð dagur. Þetta var grannlega minn dagur. Og bílinn í toppformi. Og eins og maður segir, gott sörfurlið og góð menning kring. Hvað var uppáhaldsbrautið þín? Það er erfitt að segja. Uppáhaldsbrautin minni var eiginlega að keyra var tímabrautin og ég fekk mest út úr henni. Já. Og það var mest gaman.